Þannig ef við viljum geta skotið zombie, þá fyrsta lagi þurfum við að setja inn einhverja byssu hérna inn í sinn okkar. Og það sem ég vil að gera að ég vil að þessi byssa sem heitir hérna bitgun, að þetta sé barnið á first person karakter, þar sem myndalinn er. Það sem það síðan að gera að hérna með bitgun valið og ég vil setja x-nitið og y og z sem 0. Þannig að það er akkurat það sem myndalinn er. Síðan get ég farið hérna yfir x-ið og ég get aðeins hækkað og lækkað og staðsett byssuna þar sem ég vil að sé. Ok, segjum þetta sé bara fínt. Næst vil ég geta skotið úr byssunni, þá þarf ég að finna forrit sem heitir byssa og ég set það á kameruna, þar að segja first person karakter. Þegar það er komið þar, þá getur maður hérna ákveð hvað er mörg skot og svo framvegis, hvort maður sé endalaus skot og svo framvegis. Og það líka hérna að hafa skothljóð og annars virkar þetta ekki, þannig að ég get sett bara hérna einhver hljóð á þetta, þannig að þetta muni virka. Þetta er hljóð fyrir að skjóta, hljóð fyrir að hlaða byssu og hljóð fyrir að það er engin skot. Síðan viljum við hérna taka okkar skotmark sem er þá þessi zombie hérna og hunsi þetta, gera svona. Það sem ég vil gera, ég vil að þessi óvinur sé með einhverja heilsu. Þannig að ég set forritið óvinur heilsa, dreg það á zombien og þá er hérna forritið óvinur heilsa og það er líka með eitthvað hljóð þegar hann verður skotin og þegar hann deyr. Það er líka að stilla hversu mikið heilsu hann er með og hversu mikið hvert skot tekur af heilsu hans. En bæði með þetta first person karakter og með zombien að þetta hvoru tveggja gefa frá sér hljóð. Þannig ég þarf að fara í annars vegar first person karakter og gera add component og finna audio source, bæta því við, fara í zombien, add component og bæta líka við audio source. Það sem ég þarf líka að gera er að ef ég smelli hérna first person karakter og finn hérna forritið byssa, þá er hérna reytur sem þurr forrit óvinur heilsa. Þannig að við þurfum þannig að ef að byssan hittir skotmarkið, þá þurfum við að láta hitt forriti vita, þannig að það getur lækkað heilsuna. Þannig að við þurfum að taka hérna zombien og draga hann hingað inn í. Þannig að þá erum við að tengja zombieið við þetta forrit byssu. Það ætti allt saman að virka. En við getum prófað hérna. Þá dettur hann niður döður. En það sem þetta ætti náttúrulega ekki að virka í ykkur, en af því að þið ætti ekki að vera að koma með þetta skref. Þannig að hérna getur hann labbað með animation set a walk, en við viljum líka að þegar hann deyr þá dettur hann aftur fyrir sig. Þannig að við dregum inn animation falling back og við búum til svo kvöldlega transition. Þannig að við viljum að fara úr animation of walk yfir í falling back. Þá viljum maður hægri smelta walk, gera make transition og smelta falling back. En við viljum setja okkur skilyrðið við þessa transition, það er að segja hvenær við förum úr walk yfir í að detta niður döður. Þannig að við smellum hérna á þessa ör hérna. Við búum til nýjan parameter, smellum hérna á plus og við búum til bool og látum það heita dauður. Sér var hann sé búin að gera hérna dauður. Ok, þannig að við erum komið með eitthvað bool breytur sem heitir dauður og ef við eins og segi smellum á þessa ör hérna þá er þetta að gera hérna condition. Það er að segja skilyrði fyrir því að fara yfir í hitt animationið. Við ætlum að bæta við condition og það er að þessi boolean breyta dauður verði true. Og passið að þessi dauður með litlu d. Það var að vera með litlu d. Þá virkar það. En við skulum taka þetta af hérna, has exit time. Takið það í burtu og þá verður þetta svona
og hætti hann að detta niður dauður bara leið og hann fær síðasta skotið.